Já, komiði sæl og blessuð. Ég með blað hérna frá heimildinni. Hátekjulistin, tekjuhæstu Íslendingarnir. Það er svona, maður heyri það á kaffistofunum að það margir að ræða ofurtekjur sumra. Við okkur hætti til þess að ræða minna hve margir Íslendingar á lágum tekjum. Og ég fengi hérna góðan gest að rauðaborðinu til þess að minna aðeins á það. Hún heitir Kristín Heba Gísladóttir hjá Vörðu. Velkomin til okkar. Takk. Varða rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins, ekki satt? Jú. Og hérna, mér langar að ræða þess við þig kjaramál láglauna kvenna sérstaklega. Svona, og veraldlegt hlutskipti þeirra barna sem að búa við lægstar tekjur þegar kemur að ráðstöfunartekjum heimilana. Því það er svona eins og þessi hópur kannski eins og ég rétt nefndi hérna í inngangnum að við svona beinum síður spjótunum að þessum. Við erum að tala 30 milljóna króna reynsróverana eins og hérna Kristján Þórður hjá ASÍ. Rafiðnaðarsambandinu. Já, Rafiðnaðarsambandinu hérna ræddi í færslu Facebook í dag. Við erum svolítið þar og við erum jafnvel að tala sko alla þá andúð sem að hvelfist yfir samfélagið út af skólamáltíðum. Að bara það er mjög margir reiðir yfir því að börn frá tekjulágum heimilum fái fríar skólamáltíðir. Þannig að þetta stendur svolítið svona á haus, finnst manni sumt. Og í þessu blaði sem ég vitnaði til, þá hefur þú sem sagt skrifað grein sem að hérna mig langar undir fyrirsögninni velferð á kostnað láglauna kvenna. Og mig langar bara svona í upphafi til þess að biðja þig að segja okkur söguna á bakvið þá fyrirsögn. Hún í rauninni tvíþætt. Hún bæði sem sagt svona starfstengt en hún líka persónuleg. Og hérna ég, eins og margar aðra konur, er með börn sem eru svo lánsöm að fá að vera á leikskólum hjá frábæru starfsfólki og hérna og maður svona ber rosa sterkar tilfinningar til þessa stofnana, það sem að börnum manns eru meðan við foreldrarnir erum í vinnunni. Og hérna ber alveg svona djúpstæða væntumþykju og virðingu fyrir hérna starfsfólkinu. Fjöreg okkar í hundaði. Akkurat, já. Og hérna og þannig að maður hérna hitti þetta frábæra fólk á hverjum degi, þetta eru þetta aðalega konur og svona á einhvern veginn rauninni allt sitt sko líf undir þessu frábæra starfsfólki. Já. Og framtíð barnanna og maður, þú veist, maður myndi ekki líða vel í vinnunni nema maður vissi að vera vel hérna hugsað börnin sín og hérna og það finnum við alltaf því hvernig börnunum okkar líður þegar komum heim á leikskólanum og allt það. Síðan, þannig að þetta er svona einn partur og síðan var Varða að taka þátt í rannsóknarverkefni sem heitir Working Class Women eða hérna konur í láglaunastörfum sem var svona hérna rannsóknarverkefni sem var komið að fót árið 2022 fekk styrk úr Jafnréttissjóði sem Byggðarannsóknarsjóði og Rannsóknarsjóði Háskólans á Akureyri og leitt af Berglindi Hólm Ragnarsdóttir sem lektor við Háskólann á Akureyri svona, en það er hérna í þessu verkefni fræðakonur við Háskólann á Akureyri, Háskóla Íslands og svo erum við Varða í Vörðu hérna hluti af þessu. Og markmiðið með þessu verkefni var að skoða sem sagt stöðu kvenna eftir mismunandi stéttum og það er svolítið nýtt og virkilega spennandi og við erum auðvitað við erum í smá vandræðum varðandi rannsóknir að það er mjög þekkt að það er erfiðara að ná til láglaunahópana og ná til fólksins sem er jaðarsett á vinnumarkaði eða jaðarsett í samfélaginu er með láglaun, situr ekki við tölvu í vinnunni og getur verið að svara spurningakönnunum á vinnutíma og allir þessi veruleiki er eitthvað sem þekkjum mjög vel og birtist í niðurstöðum rannsókna að ofti þessi hópur mjög svona hérna veruleiki hans kemst ekki nógu vel á framfæri af því að við erum ekki að safna gögnum hann þeir taka sig þátt í svona könnunum og við þekkingar gap algjörlega, já. Þannig að við höfum verið að vinna þessu í rannsóknum Vörðu
gengi mjög vel að fá svör frá þessum hópum í gegnum samstarf okkar við stéttarfélögin. Og það sem við gerum með þessu verkefni var að við óskuðum eftir því að Efling gæfi okkur leyfi til að taka úrtak með kvenna í þeirra stéttarfélagi og þannig náum við inn í þessu könnun svörum frá hópi sem við er erfiðara að ná í. Og síðan greinum við rauninni allar niðurstöðunar eftir þá menntun, launum og svona starfsstétt. Með það markmiði að skoða mismunandi stöðu kvenna. Af því að konur eru bara mjög ólíkur hópur og það sem er gegnumgangandi í öllum niðurstöðunum er að konurnar sem eru á lágum launum, sem þá 500.000 eða minna árið 2022 þau lögum fyrir, að þær búa við verið fjárhagsstöðu og þær hafa minni trú á hinu opinbera kerfi. Ef við spyrjum telur þú að þið opinbera myndi aðstoða þig ef þú væri til taxisett ef þú þyrftir á því að halda, þær hafa minni trú á því, líkamlega heilsa er verri, andleg heilsa er verri, þær hafa frekar þurft að neita sér hluti fyrir sjálfa sig, bara að kaupa kuldaskó eða hlýja úlpu, fara í klippingu á hárgreiðslustofu og síðan eru börn þeirra verið sett af því að þær hafa ekki haft hafa síður efna allir þeim þáttur sem tengjast börnum og við spyrjum þær hafa frekar þurft að sleppa því að borða sjálfar sjá til þess að börnin þeirra fá nú að borða og sagan er bara svo algjörlega skýr þannig að í rauninni höfum við hjá Vörðu, það sem við höfum gert í okkar rannsóknum hingað til er að við höfum séð að það er alveg augljóst að einstæðir foreldrar búið við mjög kröpp kjör og slæmastöðu, hærra hlutfall þeirra heldur en fólks í öðrum hópum. Síðan eru það innflytjendur, síðan eru þetta fólk sem á örorkulífeyri, endurhæfingarlífeyri eða örorkustyrk, en svo eru það líka konurnar á lægstu laununum. Og ég veit að konurnar á lægstu laununum eru þær sem að halda upp í velferðarkerfinu okkar. Þær eru í leikskólunum með börnin okkar, í grunnskólunum, í öllu stoðkerfinu þar, heilbrigðisþjónustunni, öldrunarheimilunum. Þannig að þá var ég bara stolti reið og skrifa þessa grein. Það er gott hjá þér að reiðast og skrifa greinar. Þetta er náttúrulega ótrúlega sláandi að heyra þig segja að það séu til konur hér sem að meina sér mat til þess að börnin þeirra fái mat. Já, það er þannig í okkar samfélagi. Já. Og sko þetta er aðeins tilfinningin þegar ég heyri því segja þetta, hún er pínulítið eins og að ég sé komin 150 ár aftur tíman í huganum. En svo veltur maður fyrir sér, þetta er svo sem ekki skrítið því að maður þekkir nú bara mörg millistéttarheimilin með 2 fyrirvennun núna, miklu hærri laun en þessar 500.000 krónur tekjur sem þú ert að tala þar sem að fólk berst þvílíkt í bakka. En sko, hvernig er líðan þessara kvenna? Hún er mun verri heldur en kvenna sem eru með hærri tekjur og hún er líka í rauninni konu með menntun og grunnskólastigi, líðan þeirra er verri heldur en kvenna sem eru með háskólamenntun. Þannig við sjáum að klínlist þunglindi, klíniskur kvíði og klínisk streita mælist hærri í hóp kvenna sem eru á lágum launum. Og það er líka áhugavert að við vorum að spyrja líka svona samræmingu fjölskyldu og atvinnulífs og vorum að skoða hvort að konuna væri með áhyggjur af börnunum og heimilinu meðan að væri í vinnunni annars vegar og líka hvort að væri með áhyggjur af vinnunni og vinnutengdum verkefnum þegar það væri heima. Og þar sáu við talsverðan mun á milli hópana þar sem konur á lágum launum í meira mæli með áhyggjur af heimilinu og börnunum þegar þeir eru í vinnunni og það líka endurspeglar mögulega líka bara mjög ólíka starfsaðstæður og Sólveig Anna formaður Eflingar benti mér á að ég meina þú ert að vinna í leikskóla og þú ert ekkert með símann, mátt ekki vera með símann á þér í vinnunni, ég meina þú ert kannski með stelpabarn sem er eitt heima, búið að vera veikt og
í staðan fyrir að þau sem að fá bara að vera með síman í vinnunni og getur bara hringt í barnið sitt og aðtöku hvernig þið líður, en þetta er rosalega ólík staða og mjög streituvaldandi þetta. Já. Ein dóttir mín, hún vann á leikskóla skeið. Þetta einhver lélegustu laun sem hún hefur haft. Já. Og hún talaði starfsmannaveltuna. Já. Hún var óbúslega mikil. Já. Og eins og þú bendir á, það er varla hægt að hugsa sér ábyrgðar meira starf. Nei. Hissnir allt á haus. Já, ég held að sé hægt að segja það. En ég meina, það eru auðvitað búið að viðurkenna þennan vanda í rauninni. Ég meina það við vitum auðvitað sko fyrir að fyrsta vinnumarkaður mjög kynskiptur, það sem að hærra hlutfall af körlum starfa hjá einkareknu fyrirtækjum en hærra hlutfall kvenna starfa hjá ríki og sveitarfélögum bara hjá henni opinbera og við vitum líka að launamunur kynjanna það sem er eftir af honum skýrist hvað mest af vanmati og virði kvennastarfa og auðvitað í síðustu kjarasamningum var þá er inn í honum að það er að vinna að því að endurmeta virði kvennastarfa og þessa í rauninni þess að þú varst að segja þessi búið að snúa alltaf á hvolf þegar mikilvægustu störfum sem eru auðvitað það að annast börnin og það sem eru sjúkir og veikir og aldraðir. Ég held að okkur finnist það öllum þú veist, það snertur okkur öll. Já, ef við gefum okkur tíma til að staldra við og hugsa. Já. Þannig að það er og við þurfum að meta það í mun meira mæli til launa. Já. En þú veist, ég baði að ræða líðan kvenna. Ertu með rannsóknir sem sýna líðan barna Nei. Nei, það eru ekki með, en við erum auðvitað það sem að við höfum verið að gera núna undanfarin líklegast, 3 ár að við erum að spyrja í könnunum okkar þá erum við að spyrja fólk sem er með börn yngri en 18 ára á heimilinu hvort að það hefði ekki getað greitt fyrir ákveðna þætti fyrir börnin sín. Þannig við höfum verið að vakta það tiltölulega vel og og sjáum auðvitað mjög ólíka stöðu eftir mismunandi hópum þar sem að þá láglaunakonur, innflytjendur, einstæða foreldrar og fatlað fólk það eru mun meira mæli eða hefur ekki efni á þessum þáttum sem við erum að spyrja og í þeim þáttum til að mynda skólamáltíðir sem að nú stendur til bóta en það sem mér svíður auðvitað líka alltaf að sjá að við spyrjum hvort að fólk hafi vegna fjárskorts ekki geta greitt fyrir skólaferðalög eða viðburði tengdum skólastarfi og það myndi ég segja ákveðið forgangsmál að öll börn fái að taka fullan þátt í skólastarfinu og það sé ekki háð fjárhagsstöðu foreldrana að tengja það einhvern veginn ekki inn í skólastarfi þannig að þú sértu með þessar, ég meina, dýruferðir, skólaferðalög og fleira sem bara er dýrt og það hafa ekki allir efni á að greiða slíkan kostnað Nei, því miður þá hefur mér fundist sem foreldri í marga áratugi að það sé svona meira viðbótar kostnað stundum núna í seinni tíð heldur en var fyrir 30 árum. Já, ég geti trúað því. Þetta er ákveðið áhugjefni. Maður sér líka í tómstundum barna og ungmenna að það ef við tökum til dæmis boltaíþróttir handboltalið 16 ára stelpur eða strákar sem að taka sig upp, ferðast til segjum bara Svíþjóðar á alþjóðlegt handboltamót að það eru ekki mörg börn í því liði sem eiga tekjulága foreldra. Nei. Og það er mögulega 1 barn en varla fleiri í þessu liði sem er einstætt foreldri. Og skólinn, ég veit ekki hvort við fylgst með umræðinni hjá okkur hér við Rauða borðið
síðustu vikur þá höfum við verið að ræða alltaf mikið líðan ungmenna og barna og skólamál, menntamál og við höfum ein spurningin sem við höfum verið að spyrja alls konar fólk, það sko hvort skólinn sé sumpart hættur að virka sem það jöfnunartæki sem skólanum var ætlað að virka en það kannski svolítið snúið að finna jöfnunartæki þegar tekjumisskipting eins mikil eins og raun ber vitni eða hvert þitt sjónarhorn á það? Ég get allavega bara sagt út frá þeim svona niðurstöðu sem við höfum að þá myndi ég segja það alveg ótækt að það hafi ekki öll börn fullan aðgang að skólastarfinu og ég held að þurfi náttúrulega að og ég meina og liður í þessu varðandi skólamáltíðinar það að það þurfi að reyna að afmá í rauninni þessa fjárhagstengingu foreldrana við skólakerfi og það var bara algjörlega óháð því og vera ég meina það væri mikið jöfnunartæki að sjá til þess að skólakerfi sé algjörlega gjaldfrjálst fyrir börn myndi ég segja þannig að það sé þá einhver grunnur í okkar samfélagi að börn verði ekki einhvern veginn jaðarsett inn í skólakerfið ég held að við séum flest þar að það sé mjög óeðlilegt en síðan hafa þetta verið gerðar rannsóknir og langtíma rannsóknir þar sem hefur verið fylgst með líðan barna og við vitum að þar eru vandamál og líklegast eru orsakir fjölmargar og alltaf náttúrulega erfitt að einangra orsakinnar fyrir stöðunni sem við sjáum en auðvitað var það rannsóknarstofnun í eigu ASÍ og BSRB og við höfum auðvitað verið að einblína mjög á þessa fjárhagsstöðu og ég held allavega að það yrði mjög jákvæð áhrif af því að jafna stöðu þessa hópa sem við erum ítrekað búin að benda á að standa höllum fæti í okkar samfélagi og ég vissum að það myndi hafa jákvæð áhrif á þessu víðsvegar í okkar samfélagi inn í skólakerfið varðandi líðan fólks að ef það yrði lagað og auðvitað þetta tengt síðan stöðuna húsnæðismarkaði og við erum auðvitað líka með sjáum til dæmis sjá konunum á láglaununum og þær eru í miklu meira mæli í leiguhúsna og almennum leigumarkaði og það sammerkt með öllum þeim hópum sem við erum að benda á að búi verri fjárhagsstöðu, einstæða foreldrar, innflytjendur, láglaunakonur og fatlað fólk og það auðvitað líka atriði sem bara algjörlega nátengt lífskjörum fólks og stöðu þessi í samfélaginu og þessi svona og auðvitað hefur maður svona kannski áhyggjur af því núna að það sé alls ekki að skána staðan að það sé að vera alltaf sífellt erfiðar að komast inn á þennan húsnæðismarkað og þetta muni erfast til barnanna foreldrar á leigumarkaði og líku barnsins og komast á það lítur að vera mjög mikil hætt á því efnahagsáherslunar sannlega íta undir vítarhringinn að fólk sé að festast fastar í vítarhringnum við sáum frétt daginn sem að sagði að ungt fólk sem að reyna að fjárfesta í húsnæði það þarf helst að hafa meir en 1 milljón í mánaðartekjur sem eru þá tvöfalt þær tekjur sem að konurnar sem við erum að ræða hafa en ég myndist aðeins á skólamáltíðirnar og hefur þið séð einhver góð rök koma fram það að gjaldfrjálsar skólamáltíðir séu vond hugmynd? Nei og þetta náttúrulega bara ég meina þetta bara endurspeglar hægri og vinstri pólitík og það höfðar mismunandi tilmæsk eftir hvað maður stendur sjálfur í sínu pólitíska hjarta en það sem ég hef heyrt bara svona af fólki og í rauninni finnst mér eða svona ég upplifi þetta svolítið sem dæmi það sem ekki alveg
samfell á milli stjórnmálana og þeirra svona sem hafa rými til að segja sína skoðanir og síðan bara venjulegs fólks sko, að mér finnst bara foreldrar gríðarlega ánægðir með þessa breytingu telja hún sér til góðs fyrir sig og sín börn og efnaminni hópa þannig að mér finnst svona fólk sem ég umgengst vera gríðarlega óháð því hver að stendur í pólitík mjög ánægt með þessa breytingu og spennt fyrir bara framkvæmdinni sko. Já. Finnst þið fjölmiðlarnir draga upp aðra mynd? Já, ég meina, mér finnst ég að fá í fjölmiðlum aðra mynd heldur en ég fæ bara við að tala við fólki í kringum mig, já. En kannski er maður í einhverjum bergmámsaldi. Nei, ég er ekki viss það, sko, ég tek undir þetta. Eins og með Palestínu, það er svona, Mér finnst það orðið svolítið rof á milli þess, sko, mér fannst bara í gamla daga, ég náttúrulega er gamall, en mér fannst bara meiri samhljómur á milli almennu skoðana almennings og þeirra raddar sem við fengum í svokölluðum megin straumsfjölmiðlum eða stóru fjölmiðlunum og það leiðir til ákveðinar firringar sko, finnst mér að almenningur sko það vantar svolítið þessa stoð sem að sko ef allt gott í samfélagi og réttlátt þá er svona traustbönd á milli almennings og þeirra almannahagsmuna sem að fjölmiðlar, víðlesni fjölmiðlar hafa á setja oddinn og núna er svolítið eins og sko að enginn fái skjól af neinu þannig að sko það getur bara verið bara snúið fyrir 15 ára gamalt ungmenni að átta sig á því hvort gjaldfrjálsar skólamáltíðir eru gott dæmi mannúð og jöfnuð. Það getur verið snúið fyrir 15 ára gamalt barn að mynda sér skoðun á því hvort fatlaði drengurinn sem við ætlum mögulega að senda aftur út í opinn dauðan og erum mögulega bara að kvelja með aðgerðarleysi núna, verðum við að gera það. Verðum við bara að passa Ísland fyrir vondu útlendingunum sem eru bara að reyna að leggja undir sér landi. Verðum við að fórna þessum dreng. Þetta eru skrýtnir tímar og mjög hart kyrrt á hörku og svona mannamun. Og við sjáum þetta alltaf finnst mér birtast í umræðinni virði okkar sem kemur upp þú ert bara aumingi, þú ert ekki búin að meika en þú sért með 5 milljónir á mánuði sko. Og þetta er svona ég veit að rannsóknir þínar þær beinast ekki að þessu félagssviði. Nei. Nei, en bara svona sem bara manneskja í þessu samfélagi að þá svona er þetta dæmi sem nefnir og svo almennt held ég umræðan innflytjendur sem við mjög góð gögnum og að þú ferð út í það þá hef ég sko stundum sagt að mér finnst stundum eins og Íslands samfélag hafi sko unnið víkingalottói að hér sé bara fólk tilbúið að koma til Íslands. Innflytjendur eru með gríðarlega mikla atvinnuþátttöku leiða þennan hagvöxt sem við sjáum hér og samfélagi nýtur góðs af og sinna gríðarlega mikilvægum störfum sem að okkur vantar hendur til að vinna eiga í rauninni fá börn eru að koma hingað yngjupp þjóðina en koma bara rauninni beint inn á svona inn á vinnumarkaðin þú veist aldurspíramidin verður sko þau koma alveg bara beint til að vinna við erum ekki búin að kosta neinu til þú veist ekki skólakerfi eða slíkt og augljóst að bæði berum við ábyrgð gagnvart innflytjendum sem hafa komið hingað og sko hátt hlutfall ætlar að setja stað á Íslandi og vera og bara búa hér. Þola íslenska skítaveðrið. Akkurat, já, og þrátt fyrir veðrið og en erum með
mun lægri tekjur og mjög erfiða stöðu húsnæðismarkaði, verða meira fyrir brotum á vinnumarkaði, í störfum sem að samræmast ekki menntun þeirra, gríðarlega menntaður hópur sem fær ekki nota þá menntun í sínu störfum. Sko, og svolítið eins og málaðir sem óvinnir. Já, allir kostirnir sem þú taldir núna upp í hugum sumra þá víkja þeir fyrir einhverju einu neikvæðu, sko, þannig umræðan svolítið. En sérðu hvað þeir eru búin að gera fyrir íbúðamarkaðinn? Þeir eru komnir svo margir hingað að þeir eiga sök á því að það vantar svo margar íbúðir, segir sumt fólk, og horfir ekki að neinu leyti á allt það góða sem að þú varst að telja upp. Og má ekki líka bara segja að 5 milljóna króna mennirnir, sko, þeir sem hafa 5 milljóna krónur á mánuði, forréttindi þeirra byggjast algjörlega á framlagi þessa fólk sem að þú ert að nefna. Já. En hvað sýnist þér svona með framhaldið? Eru við sko að horfa á aukin ójöfnuð og mér heyrist á taliðinu að sá hópur sem útsettastur fyrir fátækt, það erlend einhleyp kona. Ég meina, svo getur við verið með svona þætti sem leggjast hver og annan, sko. Já. Ég meina, fatlað fólk líka bara í gríðarlega slæmri stöðu. Og hluti aldraðra. Já, jú. Og við höfum ekki skoðað aldraða neitt, en maður veit að það hluti aldraðra. Og ég held hæra hlutfall kvenna, sko, með skert lífeyrisréttindi. Já. Náðu saman. Er eitthvað sem bendir til þess að jöfnuður muni aftur aukast? Nú getum við náttúrulega bara að tala út frá svona einhverjum tilfinning, eða þú veist, hvað manni finnst og heldur, en sem á svona mjög sérstökum stað. Við erum með þetta háa vaxtastig sem að hefur lítil áhrif á stóra hópa í samfélaginu, gríðarlega mikil á verst settu hópana, og maður mjög mikla ágjur af bara hækkun á mataverði og hækkun á öllu fyrir þá hópa sem að áður áttu erfitt með að ná endur saman. Og við vitum bara að verja mun hærra hlutfall af sínu ráðstöfunartekjum bara í nauðþurftir. Þannig að augljóslega hefur maður mestar áhyggjur af þeim hópum. Á sama tíma einhvern veginn mikill gangur í hagkerfinu og hátt vaxtastig sem býtur suma og aðra ekki. Síðan auðvitað orðræðan varðandi innflytjendur og flóttafólk, og ég meina, ég ekkert eitthvað sjúklega bjartsýn. Finnst þér láglaunafólk og jaðarsett fólk eiga sér marga málsvara inn á Alþingi? Já, það hefur það. Já, ég meina, mér finnst talað um alla þessa hópa, og ég held að við vitum hvað hópar þetta eru. Það er fín gögn, búið að rannsaka talsvert fátækt meðal barna, verið að skoða það enn frekar, en það kannski vantar aðgerðirnar. Já. Mér finnst líka sko bara vinstri mennskan, mér finnst hún öflugri hérna í gamla daga. Og þessi jafnaðar hugsjón, eins og ég segi, það væri ósanngjarnt ef ég væri að draga þig inn í mitt minni, því ég náttúrulega svo miklu eldri en þú. En mér fannst bara svona viðhorfin, mér fannst þau vera sko þetta tal með, svo ég komi enn og aftur að svona skólamáltíð. Ég hefði aldrei getað séð þetta reiflildi gjaldfrjálsar skólamáltíðir í nokkrum fjölmiðlum á Íslandi fyrir einhverjum áratugum. Og þess vegna segi ég sko, mér finnst bara svona jafnaðar, bara hugmyndinu jöfnuð, mér finnst hún ekki njóta eins mikillar hylli í fjölmiðlum og þeim sem eru svona, þess að talað að eigi að vera pendúl skoðanir almennings. Og við sjáum náttúrulega, ég veit að þú ert ekkert að fara með mér í spjall pólitík, en við vitum náttúrulega að þegar sko, flokkurinn að vera stærri en sjálfstæðisflokkurinn út á ákveðna svona hörku í
útlendingamálum og ekki mikill jafnaðarflokkur sko. Þá eitthvað að gerast. Já, bara eins og bara þróunin í Evrópu. Já, eins og þróunin í Evrópu. Bara, Og Ragnar Þór Ingólfsson gengur nú bara að leita fólki boðar einhverjar aðgerðir sem við veitum ekki alveg hver að verða en þetta ástand með vextina og verðbólguna og þetta og hvernig sko þeir sem eiga peningana eru alltaf skortnir endalaust úr öllum snörum og jafnvel bara ítt undir þá sko á meðan láglaunafólkinu blæðir og þeim sem þeim sem skulda, einhvern þeim þetta ekkert svona það ekkert frábært vetrar útlit hjá þessum hópi sem stendur. Nei, alls ekki. Nei. En sko óháð einhvern veginn könnunum fylgi stjórnmálaflokka að þá upplifi ég samt að fólk sé að við og meðist til dæmis sjálfstæðismenn tala þannig þú veist að ég meina við viljum ekki hafa fátækt fólk og fátækt börn. Sumir sjálfstæðismenn tala. Já, mér finnst í rauninni ég meina ég veit Bjarni Ben að tala að ég meina það muni aukast kostnaðar í velferðarkerfinu og heilbrigðiskerfinu og það sé bara fyrir sig og augljóst og ég er ekkit ég upplifa þannig að hjá venjulega fólki séu við ekki jafn ótrúlega ósammála eins og það birtist í fjölmiðlum. Nei. Og ég þekki enga mannesku sem er tilbúin til þess að hér séu börn sem eigi vetrarskó eða get ekki verið í fótbolta eða út af fjárhagsstöðu foreldrana. Ég þekki ekki þá mannesku, ekki kynstina þá. Og held að við séum bara meira sammála þetta heldur en það birtist sko. Og ég kannski bara ætla að fá að trúa því En þetta er samt mjög áhugaverð sko, umræða og áhugaverð hugmynd hvort það eru þá sko fjölmiðlarnir sem eru búnir að hvort myndin á samfélaginu er skökk að hluta til vegna áherslunar sem er á fjölmiðlunum. Við sáum náttúrulega borgaralegt blað eins og Morgunblaðið í gær gjörsamlega tekið af fyrrverandi borgarstjóra Dagur B. Eggertsson. Hann spurði hvort það væri engin fullorðin lengur að vinna á Morgunblaðinu. Þessari stofnun sem blaðið var, sem nauti virðingar 95% landsmanna leyfi mér að fullera fyrir 30-40 árum. Og Já, en mér finnst kannski þetta dæmi vera mér finnst svona mál sem eru ekki stóru málin í okkar samfélagi fá ótrúlega mikið plás í umræðu en mér finnst þau kannski ræða minna heildarmyndina framtíðarsýnina fyrir okkar samfélag og okkar þjóðskipan bara hvernig samfélag vilja byggja hverju stóra myndin og ég held bara ef við værum meira að tala stóru myndina bara tækifæri barna stöðu fjölskyldufólks vinnumarkað, ég meina þessi bara svona stóru línur að þá held ég alveg talað að 90% Íslendinga séu sammála það er stórt, gott heilbrigðiskerfi sem allir hafa aðgangað gott skólakerfi sem börnunum líði vel og þau læra að lesa jöfnuður eða þannig, við viljum ekki hafa fátækt fólk hafa gott húsnæði til að búa í og þannig ég held sko ég upplifi stundum að umræðan sé toguð í mjög afmarkaða og svona litla þætti Þú sagðir jöfnuður, við viljum ekki hafa fátækt fólk það er ekki langt síðan Bjarni Benediktsson var spurður út í jöfnuð hann vill ekki jöfnuð Sjálfstæðisflokkurinn leggur ekki áherslu á jöfnuð. En ég er viss það að fólk í sjálfstæðisflokknum sætti sig ekki við það að hér séu fátæk börn sem fá ekki að borða. Nei. Það er ég ætla að trúa því. En við og hinn og þú og þau og allt það sko. Þannig að ég ætla að fara að verða eitthvað sjálfstæðisflokkin hitt ekki okkur fór inn þetta. En það var bara gott hjá þér að skrifa sig grein. Takk. Gott hjá þér að minna okkur á ósýnilega hópa og gott hjá þér að minna á
ég fór strax að hugsa til bara einmitt allra þeirra yndislegu starfsmanna sem hafa fóstrað mín eigin börn Akkurat. á lífsins göngu. Já, og foreldrar manns. Og hvað ég á þeim margt að þakka. Já. Og bara síðast í fyrradag fékk ég óbáslega fallega kveðju frá fullorðinni mannesku sem var leikskólakennari eins barnsins míns fyrir áratugum. Og þá mundi ég, sko, þá mundi ég hvað það barn, 2-3 ára gamalt, hvað það fékk mikinn stuðning akkurat frá þessari mannesku og þá fann ég hvað mér þótti vænt hana og þetta er alveg inn í hjarta sko. Já, og þetta er fólki sem að breytir lífi okkar algjörlega og gerir og er í aðstöðu til þess að gera líf barnan okkar að ævintýri þegar kannski þau stefna inn í dimmuna að geta náðum út. Já, ómetalegt og samfélag verið lamað á þessari kvenna, það er þannig. Einmitt. Kristín Heba Gísladóttir, kæra þakkir fyrir komuna. Takk. Og þá förum við í aðra sálma. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.